Til þess að opna þetta ætla ég að bjóða Guðnýju Helgu Herbertsdóttur, forstjóra VÍS, velkomna hingað í pontu. Gjör svo vel, Guðný Helga. Góðan dag, kæru gestir, forvarnarséni og aðrir öryggisventlar. Við erum öll velkomin á þessa 15. forvarnaráðstefnu VÍS. Þessi ráðstefna lykilvettvangur fyrir umræðu öryggi og forvarnir í íslensku samfélagi. Hér höfum við tækifæri til að ræða það sem hefur tekist vel, kynna okkur nýjungar og framþróun, læra hvert af öðru og auka færni okkar við að tryggja öryggi fólks í daglegu lífi og starfi. Í ár verður lögð áhersla á að vinna með öryggi alla daga og munu sérfræðingar úr atvinnulífinu deila reynslu sinni hér á eftir. Öryggismál eiga ekki að vera bara átaksverkefni eða ferlar og áætlanir til þess að grípa í eftir að eitthvað hefur gerst. Þau eiga að vera hluti af rútínin okkar, jafn eðlilegur hlutur og að bursta tennurnar eða setja á sig bílbelti. Rétt viðbrögð skipta öllu máli. Rétt eins og skátarnir þá þurfum við að vera ávallt viðbúin því stundum gerast hlutir sem við höfum enga stjórn á og enginn gat séð fyrir. En með góðum undirbúningi, réttum viðbrögðum og sterkri öryggismenningu getum við dregið úr hættu og lágmarkað tjón. Við höfum undanfarið sér dæmi óhöpp og óvæntar uppákomur við frekar hversdagslegar aðstæður og örugglega hugsa hvernig ósköpunum gat þetta gerst. Við sjáum bíla keyra út á veginum í vonskuveðri eða jafnvel fjúka, alvarleg slys verða á vinnustöðum og svo auðvitað náttúruhamfarir sem hafa breytt lífi fólks á augabragði. Sumt auðvitað ófyrirsjáanlegt, en annað það bara alls ekki. Hefði til að mynda verið hægt að koma í veg fyrir eldsvoðann í Kringlunni með meiri fræðslu? Hefði mögulega verið hægt að lesa aðstæður betur áður en að rúta tætti upp grasflötuna við Höfða núna daginn og koma í veg fyrir að meiru væru spólað upp við björgunaraðgerðir þar? Svona óhöpp sýn okkur fram á að við þurfum stöðugt að vinna að forvörnum og fræðslu. Í því samhengi má nefna nýjan starfshóp sem Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun setti á laggirnar ásamt hagsmunaaðilum til að búa til leiðbeiningar og við fögnum þessu framtaki mjög. Samfélagið tekur auðvitað stöðugum breytingum. Viðmið og kröfur öryggi eru alltaf að færast til og þróast. Það sem þótti eðlilegt fyrir fáeinum áratugum þykir okkur stundum galið í dag. Það ekkert rosalega langt síðan að það var reykt í flugvélum, á veitingastöðum og í verslunarmiðstöðum. Í dag finnst okkur það öllum fráleitt. Fólk reykti skammlaust heima hjá sér og foreldrar þurftu að muna sérstaklega eftir að tæma öskubakkana svo smábörn væru ekki að borða upp úr þeim. Sérstaklega helgar. Ég man það sjálf að systir mín fékk sér einu svona stubb í eftirrétt á sjálfan reyklausadaginn. Móður minni var ekki skemmt að þurfa að fara með hana á bráðamóttökuna og skýra frá málavöxtum, en enn leiðinlegra finnst henni þegar ég rifja upp þessa sögu við hvert tækifæri vegna þess að hún eldist ekki vel. Það var líka á þessum árum algengt að það kviknaði í vegna þess að fólk sofnaði hreinlega með sígaretturnar upp í rúmi. Notkun bílbelta var heldur ekki sjálfsögð, þótti jafnvel asnaleg. Og það þurfti lög og gríðarlega vitundavakningu til að fá fólk til að nota þau, allavega fram í. Það var ekki svo mikil hætta þar. Árið 1985 voru tæp 80% barna laus í bílnum, hugsið ykkur þessa tölu, 80%. Og þegar við hjá VÍS byrjuðum árið 1994 að leigja út barnabílstóla var hlutfallið ennþá 30%. Þetta var mikil breyting á sínum tíma sem skilaði stórbættri öryggismenningu.
enda bjarga beltin mannslífum og líka barnslífum. Og svo það vinnuöryggið, bæði á sjó og á landi. Sem betur fer þykir notkun hjálma, öryggisfatnaðar og búnaðar í dag sjálfsagður hlutur. En það tók líka tíma að gera það almennri skyldu á vinnusvæðum. Og fram að því voru ýmsar fórnir færðar og við skulum ekki gleyma því þessar fórnir voru alltof dýrkeyptar. En hvað erum við núna að gera og hvað getum við gert betur? Við hjá VÍS vinnum stöðugt að því að bæta öryggi með forvörnum og fræðslu. Við sjáum þó enn alltof mörg slys og óhöpp. Við sjáum og skráum líka ansi mörg næstu því slys og af þeim má læra. Í mörgum tilvikum sést þar mynstur sem að gefur svo vísbendingar yfirvofandi óhöpp. Við viljum ekki bara læra af mistökum og óhöppum, við viljum líka koma í veg fyrir þau. Læra að lesa í næstuvíslisin, sjá þau fyrir og það gerum við með fræðslu, réttum viðbrögðum og sterkri öryggismenningu. Það ekki nóg að hafa öryggisreglur hangandi við kaffivélina eða á innranetinu, þær þurfa að vera lifandi partur af vinnustæðmenningu og samfélaginu öllu. Við erum hér í dag til að læra hvert af öðru og það gríðarlega En það gríðarlega mikils virði að vera hérna í dag. Við höfum fengið til okkar frábæra sérfræðinga sem að ætla að deila reynslu sinni. Og við skulum leggja frá okkur þessi snjalltæki sem við berum alla daga og leggja vel við hlustir. Ég minni á að öryggi ekki eitthvað sem gerist að sjálfu sér. Það þarf að hafa fyrir því og það þarf að gefa því súrefni. Öryggi val og það okkar hér sem inni eru að setja það í forgang. Ég hlakka til að vera að deginu með ykkur og ég hvet ykkur til þess að nýta þennan vettvang, spyrja spurninga, deila reynslu og hugsa saman hvernig við getum öll lagt okkar að mörkum til að skapa öruggara samfélag. Takk fyrir og ég gef nú boltan aftur á hana Sigrúnu sem ætlar að taka við stjórnartaumunum. Takk fyrir.